Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag situr hjá mér frábær kona, fyrrum íþróttakona, þrefaldur ólympíufari í spjótkasti, einhverju meiru kannski? Nei, reyndar ekki. og sér hugarþjálfun í íþróttamanna, hvorki minna meira, alveg frábært. Vertu velkomin Ásdís Hjálmsdóttir. Takk kærlega. Og takk fyrir að gefa þið tíma, fljúa allavega frá Svíþjóð. Já, ég var að lenda. En æðislegt. Mér langar svolítið að kynnast þér. Hver er Ásdís? Já, það er góð spurning. Eins og segir, þá þekkja mér nú flestir líklega sem íþróttakona, en það var ég það nú í 20 ár næstu því. Já, vá. Mér finnst þetta að vera svo gömulegir ég segi það. En samt er ég einhvern veginn bara 22, ég skildi ekki. En já, ég svo sett var að kasta spjóti meira hlutan af æfinni. Ég fór að þrenna ólympíuleika, ég á Íslandsmeti í spjóti og svo laði ég spjótið og skóna á hilluna fyrir, það er komið 3 ár síðan, 2020. Ekki lengra en það samt. Nei, við erum nú búið að takast að punga út 2 börnum í millitíðinni líka. Já, ég er með 2 litla gæja heima. Þannig að það er búið að vera nóg að gera eftir að ég hætti. Það vantar ekki. En ég hefði mjög mikinn áhuga á svona andlegu hliðinni þegar að koma í íþróttunum og kannski sérstaklega vegna þess að ég átti mjög erfitt með það sjálf á tímabili og þurfti svona að finna út úr hlutunum og svo fann ég svo svakalega mig í mun sjálf að ég svona, þegar að fór að nálgast seinni hlutan á ferlinum og þá fór ég svona að hugsa, ég er búin að læra alveg helling á þessu, kannski ætti að deila því með fólki og þannig ég fór að byrja á því að hafa fyrirlestra. Og það er þess vegna sem ég er komin til Íslands núna. Ég er bý í Svíþjóð með mannum mínum og 2 sonum okkar. Og ég er að koma núna til að halda námskeið og fyrirlestra fyrir bæði íþróttahópa og fyrirtæki. Og allt svona í sambandi við hugafar og markmiðasetningu og allt þetta. Og svo fór ég að einbeita mér meira að hjálpa íþróttafólki sérstaklega með þá hugarþjálfuna. Svona takast á við allt sem fylgir íþróttunum. Af því að það er nefnilega alveg heitt hellingur og það er eitt sjálfgefið að maður geti tekist á við allt sem að kemur með því. Það er nefnilega mjög algengur misskilningur að íþróttafólk þegar það fer að ná einhverjum góðum árangri að það sé eitthvað ofur. Þú nærðu ofur árangri, það áttu bara að vera ofur og þú áttu að vera ofur á öllum sviðum. Yeah. Þú átt bara að geta, þú mátt aldrei mistiða þig, þú átt bara að gera allt fullkomið, þú átt að vera góð fyrirmynd, þú átt bara að geta tekið allir gagnrýni, það má segja hvað sem er þig af því að þetta er vinnan þín eða eftir það sem þú ert að gera, þú ert bara að hafa breytt bak og bara geta tekið því. Það er mikil pressa. Já, það er það en svo er það bara þannig að íþróttafólk er bara fólk eins og allir aðrir og þó sést búin á einhverju góðum árangri að þá kannski, því það ekki endilega er ekki saman sem merkja milli þess að þú getur tekist á við þessa hluti. Nei. Það er enginn sem kennir manni það nefnilega. Þannig að þess vegna langaði mér svolítið til þess að deila svolítið saman og þó sérstaklega þegar kom að þessari hlið. Þannig að það er eiginlega það sem ég er búin að gera. Þannig að ég veit ekki, svara þetta spurningunni, hver er Ásdís? Já, að mörgu leyti. En hver er svona bakgrunnur þinn? Hvernig byrjaði þér í íþróttum? Já, ég var voðalega svona latu krakki og var eiginlega ekki að hafa mikinn áhuga á því að fara í íþróttir. Foreldrar minni voru alltaf ekki svona reyna að bota mér, það gekk ekki neitt. Og það var ekki fyrir en að ég sjálf, mamma mín var í badmintoni og pabbi minn, hann var mikið glímu, var að þjálfa glímu. Og ég var alltaf svona þegar ég var lítil að fylgja honum á æfingar og mér fannst það bara að fá fínt. Ég nefndi ekkert að fara að æfa sjálf. Ég var bara að leika mér í íþróttahúsinu og horfa á þegar hann var að þjálfa. En svo byrjaði ég í badmintoni. Þá voru stelpurnar vinkonur mínar í bekksystu mínar. Þær fóru að æfa badminton. Það var svona allir bekkurinn fékk að prófa frítt. Og svo man ég alltaf þær voru að fara að keppa. Voru að fara keppnisferð upp á Skaga. Og mér varst það svo leiðilegt, það var allir að fara í keppnisferð upp á Skaga og mér langaði líka, þannig ég byrjaði að æfa held ég viku fyrir ferðina þess ég fengi bara með. Og svo vann ég þar allar og endaði í öðru sæti, það var bara stelpa sem var búin að æfa heilningi, það var dóttir þjálfarans og svona, sem að vann mig og þá kviknaði svona einhver eldur svona, heyrðu, ég ætla bara að vera best. Þannig að það byrjaði eiginlega svolítið þannig. Ég hef alltaf verið svona, þú veist, ef mér ítt eitthvað þá ítt ég 2 fastar á móti. Okay. Það verður að koma frá mér.
og þegar það kemur frá mér, þá fer ég alla leið. Ok, enda nær maður ekki þínum árangri nema bara virkilega þrautsegju og seglu. Já, og það verður að koma frá manni sjálfum. Það er ekki hægt að ýta fólki þannig að það væri svona langt. Hvaðan heldur þessi segla komið hjá þér? Ég held að þetta sé mikið kannski áinni, ég held að sé mest sko, það fer allt eftir hvað hvetur mann áfram og ég held að ég hafa bara fundið hluti sem að ég hafði nægilega mikinn áhuga á og ég bara kannski svolítið þverhaus það hjálpar þannig að ég bara ákvað það að ég ætlaði að gera þessa hluti og svo bara var ég bara búin að ákveða það þá var því ekkert snúið við það var eiginlega svolítið svoleiðis sko. Þannig að þú fórst úr badmintoni þá yfir í frjálsar? Ég sem sagt byrja í badmintoni, þannig er ég 10 ára og þá bara, þú veist, ég er búin að yfir nokkra mánuð og þá bara kem ég heim og bara, ég ætla að fara á Ólympíuleikana. Vá. Ég er ekki grínast, sko. Þá hafði ég verið að horfa, þetta var hérna, var eftir tímabilið, þegar Ólympíuleikarnir voru í Atlanta 96. Enginn að fara að reikna neitt núna. Að þá, sem sagt, var ég að horfa rosalega mikið á Ólympíuleikarnir með pappa, mér fannst það geggjað og þá bara heyrði mig langað og sagði þetta bara mamma og pappa, bara í góðan gír. Þannig að þau svona, já, auðvitað. Þannig að, og ég var alveg bara á kafi þarna í badmintoni og svo var íþróttakennarinn í skólanum mínu. Hún hafði, var að láta okkur prófa frjálsar. Og það var svona þetta klassíska að hlaupa, sprettur og langstökk og hástökk og eitthvað og það var svona ég og einu önnur stelpa sem voru svona bestar í bekknum og það var bara, heyrðu, þú ætti kannski að prófa frjálsar. Og pabbi hafði verið í frjálsum þegar hann var lítill, þannig að ég bara ákvað að prófa það og svo fannst mér svo gaman. Ég var svona badmintonveturnar, frjálsar sumrin og svo kom að ég þurfti að velja og þá náttúrulega fyrir sinn, ég ætla að fara Ólympíuleika, hvar á ég stærri möguleika því að fara Ólympíuleika, frjáls eða badmintona. Þannig en mér fannst líka svo ótrúlega gaman í frjálsum. Það var svona þetta með að geta mælt árangurinn. Já. Að ég get séð bætingarnar. Í badmintoni þá er ég náttúrulega, ég er að keppa á móti einhverjum öðrum, þannig að ég get átt góðan dag og tapað, en ég get líka átt lélegan dag og unnið. En þegar ég er að kasta spjóti, að það er bara málbandi ligur ekki. Nei. Og þá get ég verið að bera mig saman við mig frá því á síðasta móti. Og það var svona einhver sjarmi, þú veist, ég veit nákvæmlega hvar ég stend. Já. Og það var svona kveikt eitthvað eld. Það er ekki. Það er svolítið held ég það sem ég féll fyrir í crossfitinu. Já. Ég hef stundað það svolítið lengi. Það er þetta með að keppa við sjálfan sig. Já. Og algjörlega mælanlegt, sko. Já. Það er gaman. Nákvæmlega. Þannig að í spjótkastið, hvað heldur að hafa verið gömul þegar þú fórst að sérhæfa þig þá? Ég byrjaði, þetta var eiginlega svolítið fyndið, ég byrjaði fyrst átti ég að kasta kúlu, sko. Ég kefti, þú veist, á mínu fyrsta móti, kefti bara í öllu og gekk rosa vel í kúluvarpi. Ég var einhverja 16 cm bara frá Íslandsmetinu í mínum aldursflokki, bara fyrsta móti. Og þá var svona, heyrðu, þú ert að kasta kúlu. Og svo var þjálfari minn á þeim tíma, hún var kringlukastari, þannig að þegar hún bara, heyrðu, þú getur kasta kúlu, þá prófum við að láta þig kasta kringlu. Þegar ég fór að kasta úti sumar eftir. Og það gekk vel og þá átti ég að vera kringlukastari og svo var það reyndar ekkert fyrir mig bara svolítið seinna sem ég náði engum tökum á spjótinu til að byrja með. Og ég gleymi aldrei, þegar ég kefti fyrst skipti það fór þversum út allt og ég var svo pirruð, ég er náttúrulega með rosalegt skap sem kannski, það hjálpaði mér að koma þangað sem ég kom mér en það vann líka ofta á móti mér og þetta var gott dæmi það, ég ætla aldrei að kasta spjóti aftur. Svo tæknilega flókið. Já, og ég lærið þarna snemma að maður aldrei segja aldrei. Nei, akkurat, en það er líka gott að upplifa sjálfur til þess að geta hvatt aðra áfram sem kannski sjá ekki yfir hindrunina. Já, nákvæmlega, það er líka, kannski þurfi ekki allir að finna upp hjólið. Nei, það er alveg rétt. En því miður er það oft þannig að maður gerir breytir einhver nema maður rekist á. Ég held samt sko að ef þú heyrir eitthvað og þú kannski tekur það ekki alveg til þín eða þú kannski skilur það ekki alveg en þú ert fljótar að fatta að þú ert búin að heyra það áður af því að svona leið og byrjar að lenda vegnum að það er svona, já, heyrðu, það var þetta sem ég voru að meina í staðin fyrir að þú þurfur bara að klessa algjörlega inn í vegginu og bara, já, heyrðu, þetta gengur ekki, ég þarf að finna einhver aðleið. Það er alveg rétt, það er sko alveg rétt. Heyrðu, nú er svolítið gaman, við sitjum hérna í menntaskólanum við Hamrahlíð, þar sem þú varst einu sinni nemandi. Já. Hvernig var að ganga hérna gangana? Það var pínlítið skrítið, það er líka búið að byggja svo mikið við skólan síðan að það voru svo langt síðan ég var hérna. Samtidig bara þau að þakja. Nei, það var rosalega skrítin tilfinning og það er allt einhvern veginn miklu minna heldur en mann myndi.
En það gaman að sjá hvað er búið að bæta við hérna hluti sem að okkur vantar eins og það var ekkert íþróttahús til dæmis. Og nú heldur betur flott. Já, það var bara út að hlaupa og hérna út á Miklutún og eitthvað. Þannig að ég reyndi að sko, ég nýtti mér það svolítið á þenn tíma sem ég var hérna að þá fengum við þegar ég var komin á hvort það var bara 3-4 ári eða eitthvað, að þá fengum við að fara inn í völklass. Og þannig ég nýtti það bara, þá fengur krakkarnir yfirleitt bara, ef mætir æfingu og fylgir einhverju prógrami, en ég fekk bara að gera mitt prógram, þannig ég fekk að taka hann að auka lyftingaræfingu og taldi það með inn í íþróttatímann í skólan, það var mjög fint. Já, aðeinslegt. Og kennarinn Logi, hann er ennþá að kenna hér og er samstarfskennarinn minn, ótrúlega skemmtilegt. Já, til lítill heimur. Já, var hann ekki frábær kennari? Jó, hann var það. Hann er allavega frábær samstarfsmaður. Það er gaman að þessu. En sko, hann saði mér einmitt að þú hefði dúksað, þannig að metnaðurinn hefur byrjað snemma. Ég reyndi að dúksa ekki, ég var önnur. Já, semidúks. Semidúks held ég, eða 3, ég man það ekki. Það er samt mjög gott. Þetta var mjög fín einhvern. Það gekk rosa vel og það var eiginlega svolítið fyndið að á útskrifstadaginn að þá átti ég að fara að keppa og ég ætti að keppa morguninn. Og svo var útskrift seinnipartinn og ég var búin að mikið veltaði fyrir mér hvort ég ætti að keppa og hvort þetta myndi nú allt takast og hvað tekur langa tíma að koma sér heim og make-up á í kjólinn og voru búin að gera mikla útreikninga á þessu og svo bara, þetta gengur, ég fyrir að keppi og svo setjum mitt fyrstlega Íslandsmet á útskriftadaginn. Nema hvað, þegar maður er búin að setja Íslandsmet þá þarf maður að vera leiðapróf og það tekur smá tíma að svona arrangera því, þannig að ég mætti sem sagt, ég fekk að drífa mig í útskriftina og svo kom ég beint úr útskriftinni í kjólnum í lyfjapróf og svo fekk ég að fara í veisluna. Það gerði mikið grína þess að það er aldrei neitt verið svona fínn að koma í lyfjapróf, ég leit allir sveittir og ógeðslegir. Þetta verður skemmtilegur og eftirminnilegur dagur. Heldur betur. Svo mætti mér Rúf íþróttaliðið með að taka viðtalina fyrir utan skólan strax eftir athöfnina. Þetta var mjög súrrealískur dagur. Já, ég skal dróða því. En skemmtilegt. Og svo hættir nú heldur betur ekkert í námi þarna. Nei. Hvað tók við þá? Ég fór í legafræði í Háskóla Íslands. Byrjaði strax og ég tók námi þar aðeins hægar. Ég var svona, ég kláraði þetta á 6,5 ári í staðin fyrir 5. Ég tók alltaf, það voru 4 áfangar á hverju önnu, ég tók 3 og svo geymdi ég 1, þannig ég tók BS þá 4 árum í staðin fyrir 3 og svo tók ég masterinn hann aðeins hægar. Enda orðin atvinnukona í íþróttum á sama tíma? Já, á þessum tíma þá var ég sem sagt að æfa alveg á fullu. Já. Þarna var ég komin á A-styrk og það var í rauninni, það var númer 1 hjá mér eiginlega íþróttin, en ég vildi mennta mig líka og ég hugsa að mér liggur ekkert á, þannig ég get alveg tekið þetta hægar, en ég vil ekki lenda í því að þurfa að fara að byrja í námi þegar ég er búið með ferilinn. Ég veit ekkert hvað ég held áfram lengi og ég hef nú vita að ég hefur svona lengi ég heldur betur vita að það var rétt ákvörðun. En já, þannig ég sem sagt kláraði þá master í legafræði í byrjun ás 2012, það var rétt fyrir Ólympíuleikana 2012 og svo lét ég ekki þar að setja heldur ákveði að finna mér nýja áskorun. Ég er fluttið til Zürich eftir Ólympíuleikana. Það var eiginlega ári eftir Ólympíuleikana sem ég flutti, en ég skipti Ólympíuleikana þá 2012, já. Og ég skipti þjálfara og hann að veturinn að þá er ég að fara svolítið á milli. Ég vildi nú ekkit bara segja upp leigunni og bara flytja til Sviss svona beint. Ég vildi nú sjá hvernig þetta gengi, en svo flutti ég sumar eftir 2013 og þá er ég í fyrsta skipti í rauninni eftir ég kláraði skólan að þá var ég að vinna svolítið, ég var náttúrulega að vinna pínlítið sem legafræðingur, var í smá rannsóknarvinnu og svona hér og þar svolítið og svo var ég í fyrsta skipti, ég kom út til Sviss, þá var ég bara að æfa. Og hvernig var það? Það var ótrúlega tómt og það var ótrúlega skríti og sérstaklega það hefði kannski verið öðruvísi ef ég hefði verið á Íslandi. Engin fjölskylda vinir. Það er engin fjölskylda, engir vinir og ég er ekki beint svona típan sem bara, nú ætla ég að fara út og finna mig vini. Þannig að eina fólki sem ég var að umgangast voru bara æfingafélagi mínir og þau voru mikið yngri. Þannig að þetta var eiginlega bara svolítið, ég fór á æfingu og svo, ég man eftir, ég var ekkert tíma að segja bara svona, ok, ég ætla að fara í sánu. Og ég var í 2 tíma að googla hvað ég geti farið í sánu í Zürich, þetta var allt eitthvað svona, þannig ég bara, ég verð að hafa eitthvað meira.
Þannig að ég ákveð að aðtöku hvort ég get ekki fundið með doktorsverkefni. Mér langaði svolítið í doktorsnám og ég finn doktorsverkefni, en mér búið doktorsverkefni í ónæmisfræði tengt. Og ég náttúrulega lyfjafræðingur, þannig að það er ekki mín sérgrein, heldur betur ekki. Þannig að það kom önnur áskorunin sem ég ákveða að takast á við. Þarna er ég rauninni bara, ég þarf að læra alveg ofbóðslega mikið. Ég hafði tekið 1 kúrs í ónæmisfræði í lyfjafræðinni. Þannig að, og svo er ég alltaf inn að fara út í doktorsnám. Þannig að þetta var mjög mikil áskorun og ég hugsaði bara, ok, það versta sem getur gerst er að ég fílaði þetta ekki og hætti ég. Akkurat. Það er versta sem getur gerst og ég mun alveg vakna daginn eftir það með 10 putta og 10 dagar og það verður allt í lagi. En svo kannski bara gengur þetta bara vel og ég enda með doktorspróf, þannig að ég bara ákveða að stökkva og sé heldur betur ekki eftir því mér tókst að klára. Já, ég gerði það. Já. Það er ekkit margir sem hafa held ég farið á 3 olíuleika og klárað masterspróf og doktorspróf á sama tíma. Ég efast það. Nei, örugglega ekki margir. Nei. Nei, líklega ekki. Þetta er magna afrek. En hvaðan kom síðan áhugin að þjálfa aðra íþróttamenn? Og konur. það má ég segja, þetta að ég í byrjunarferlinum og þá var ég, eins og ég segi, ég var rosalega skapstur krakki og unglingur og náttúrulega ofboðslega metnaðarfull og ég var rosalega mikla fullkomnar orðu og það kom þá út í því að það bara allar æfingar áttu að vera frábærar og ég bara átti rosalega erfitt með að sætta mig við þegar hlutinni gengur ekki vel og fór það ofta að brjóta mig rosalega niður og svona, þannig að þetta var alveg svolítið ströggl og svo fór ég oft kannski að lenda í þannig vítarhinga, ég fór að byrja ykkur svona niðurbróti eða að pirra mig eitthvað á æfingunni eða í keppni og þá fyrir ég eyðileggja fyrir mér og þannig að þetta gekk alveg svolítið lengi og ég einhvern veginn bara svona liði bara í þeirri trú, það var alltaf að tala um það að íþróttafólk, væri bara með hausinn í þetta eða ekki, ég heiði þetta svo oft, hann er bara með hausinn í þetta eða hún er ekki með hausinn í þetta og það var einhvern veginn bara svona festist, það bara, já ok, ég bara greinilega vann ekki þessu lottói. Já, þú trúðu því bara. Já, bara ég er bara svona, og það festist rosalega mikið, það var enginn sem talaði um það að vera hægt að gera eitthvað í þessu, það var ekki talað um það, það var eitthvað svona aðeins, jú, að vinna kannski með íþróttasálfræðingi en það var einhvern veginn bara svona ef þú ert með einhver vandamál. Já, einmitt, ekki til fyrirbyggja. Ekki kannski til þess að og þá sá ég alltaf fyrir mér, eins og til dæmis fólk sem er svakalega keppniskvíða, en það var ekki ég. Bara svona hlutir eins og láta hausinn, læra að þjálfa hausinn og láta hann vinna með sér. Það var einhvern veginn ekkert inn í myndinni, það var enginn sem talaði um það. Og ég sem sagt prófaði, ég missi pappa minn 2006 og fer þá fæ hjálp frá sálfræðingi. Þá ákveði ég svolítið að slá 2 flugur í einu höggi. Nei, ég sem sagt fekk íþróttasálfræðing til þess að hjálpa mér. Og fór þá þar svona aðeins að vinna með þá hlið svona þegar ég var búin að jafna mig. En það var svona, mér fannst það ekki alveg, það var einhvern veginn ekki alveg svona að klikka. Þannig ég setti það svolítið á ís. Og það var ekki finn á Ólympíuleikunum 2012 sem ég bara fyrir algjöra tilviljun fór að vinna með henni Hafrún Kristjáns. Og það bara, hún einhvern veginn náði til mín. Já. Og hún er rosalega sviputýp og ég mörgu leyti og hún las mig alveg ofboðslega rétt. Að hún setti hlutin upp á hátt sem að make sense fyrir mig og fór allt í að sýna mér bara hvernig ég geti æft mig í að styrkja hugan og æft mig í að takast á við alls konar aðstæður og fara að kenna mér svona aðferðir til þess að bara þjálfa hugan og það bara hafi rosalega mikil áhrif og það bara breyti öllu fyrir mig og þá einhvern veginn svona fyrir að já, heyrðu og svo bara, það má eiginlega segja að ferillin hafi verið bara svolítið fyrir og eftir það þannig að mér fannst þetta gera svo ofboðslega mikið fyrir mig, ekki bara hvað mér gekk vel, heldur líka bara hvernig mér leið af ég held að það hafi verið það stærsta eða ég fór að hafa miklu meira gaman að því aftur að æfa og keppa. Sem skiptir mestu máli. Já, það er nefnilega máli. Það vill oft gleymast eftir því sem árangurum verður betri. Við byrjum í íþróttinni að því að þetta gefur okkur gleði og okkur finnst það gaman og svo kemur metnaðurinn og svo viljum við árangur, svo meira árangur og allt í einu erum við farin að festast á
á hjólinu við erum alltaf elda árangur sem er náttúrulega, við viljum líka gera það en það verður að halda í þessa gleði það verður að halda í, þú veist, af hverju byrja ég á þessu til að byrja með en það vill oft gleymast þegar það er svona meira í húfi þegar komni styrktaraðilar og fjölmiðlar eru farnir að tala þig og svona að þá getur það svolítið gleymst. Er hark að vera atvinnu íþrótta maður eða kona á Íslandi? Alveg hræðilegt. Er það ennþá þannig í dag? Já, og ég myndi meira eiginlega segja að þessi verra ef eitthvað er. Okay. Vegna þess að nú er sko markasmálin eru búin að breyta svo mikið síðan ég var ung. Nei, það var rosalega mikið þegar ég var yngri og sérstaklega eins og í kringum Ólympíuleikana 2012 þegar ég fæ svona stóra styrktaraðila eftir að mig gengur rosalega vel veist, og fæ samninga við fyrirtæki og fæ þannig stuðning. Svoleiðis er ekkert gert leikum við í dag. Þú bara þarft að vera samfélagsmiðlastjarna til þess að sækja þín eigin styrki. Já, og þá er í rauninni allt annað, að það er allt aðri hluti. Þú ert ekki að fá neina styrki eða neina svona stöðning út af það að ná árangri í íþróttinni heldur er það meira bara að fyrirtækin eru bara ok, þú veist, hvað ert með marga fylgjendur, hvað ertu að auglýsa mig mikið og það er það sem að skipti máli. Það var einmitt, þau voru að tala um þetta rosalega mikið fyrir nokkrum árum að það væri svona alls konar áhrifavaldar sem var að fá stöðning frá fyrirtækjunum en ekki íþróttafólki. Þannig að þú veist, þessi hlið er búin að breytast alveg ofboðslega mikið, en alltaf voru ekkert svona mikið samfélagsmiðlanir á þessum tíma. En sko ástæðan fyrir því ég spyr er einfallega bara því við erum að ræða hérna heilsu. Já. Og þetta hefur gífurlega mikil áhrif á heilsuna þína. Já. Ef þú þarft að, sko, getur ekki almennilega að nota þess að stunda þína íþrótt sem þetta er þín atvinna. Já. Og ef þú þarft að harka alltaf, það er náttúrulega mjög líklegt að hafa neikvæð áhrif á andlegu heilsuna. Já, það er nefnilega, þú veist, það eru rosalega áhyggjur sem þú þarft að hafa því að það er ekki auðvelt að vera að vinna og vera að æfa á fullu og það er mikil orka sem fer í það og það er náttúrulega alveg ofboðslega mikil orka bæði líkamlega og andleg sem fer í að stunda keppnisíþróttir. Algjörlega. Og þurfa svo líka að vera kannski fulli vinnu til þess að framfleyta sér og þetta er ekki bara spurningum að framfleyta sér heldur þarftu líka að fara í æfingabúðir og borga kannski þjálfara og það er búnaður og þetta er óbúslega dýrt og ég veit að það eru margir og ég tala nú ekki ef þú lendir svo í meiðslum þess að það er kannski að fara í aðgerðir eins og ég veit dæmi íþróttafólk bara hún gula þetta að hún þurfti að fara í aðgerð á mjöðum, hún var ekki gerð heima á Íslandi og sjúkratryggingar borgaði ekki fyrir það og ég held að það hafi verið eitthvað 10 milljónir. Það bara þú þurft að borga 10 milljónir ef þú vilt eiga séns að halda íþróttaferðlum áfram. Og þetta er óbúslega erfitt andlega þegar þú veist, íþróttafólk hefur að setja sér skuldir til þess að geta verið í íþróttinni og svo ertu alltaf hvernig ég borga leigunni næsta mánuð og sama tíma áttu að vera á einhverju svakalegum árangri. Akkurat. Hvað þyrfti að breytast? Hvað sér þið fyrir þér að rækta að gera til þess að styðja við afreksfólk? Sko, ég fór inn í íþróttamannanemnd hjá ISI eftir að ég hætti. Ég reyndar því miður í miðukafi eignast alls í börn og þá sá ég nú fram og ég þurfti kannski aðeins að það róma niður. En og þar voru að byrja þess að bara að berjast fyrir því að fá sérsagt bara íþróttamenn afreks íþróttamenn væru á launum hjá ríkinu. Af því að það eru óbúslega, þú hefur engin réttindi og það er líka ákveðið stress. Ég meina, ég hætti 35 ára og ég hef engin réttindi að fæðingarálofi, ég er ekki, saman sem engan uppsafna lífeyri og þú veist, ég hef ekki rétt á neinum sérstökum atvinnuleysisbótum, þú veist, ég hef engin réttindi í samfélaginu. 35 ára gömul þar ég að byrja á nulli. Þannig ég er 10-15 árum og eftir jafnöldrum mínum og ég var, þú veist, svo eru óbúslega mikið íþróttafólki sem kannski enda ferilinn og fer svo í barneignir og þá átti ekkert rétt á neinu fæðingarólafi í rauninni. Þannig að við viljum svona fá þetta meira inn í kerfið af því að allir þessi styrki sem við viljum fá frá ISI að þeir eru ekki skattskyldir þannig að það er engin réttind sem fylgja því. En þannig að við höfum verið að berjast við að koma svona launakerfi og réttindakerfi fyrir íþróttafólki til að taka svolítið þetta stress af því að það er óbóðslega mikið álag ég meina það þekkja það allir sem hafa einhver tíma þurft að glíma einhver fjárhagsáhyggjur og að hugsa sér að þurfa svo að vera að keppa á Ólympíuleikunum með alla þjóðina á bakinu og það hafa allir skoðun á því hvernig þið gengur. Akkurat. Og þú átt bara að gjöra svo vel standa ekki. Þetta er svolítið svona, er einhver fordæmi fyrir þessu í öðrum löndum?
Já, þetta út allt, sko. Ekki kannski svona beint eins og það eru alls konar kerfi í gangi sem að passa ekki inn í íslenska kerfið. Þannig við getum ekki svona bara kópirað eitthvað annað, ég menn eins og til dæmis í mörgum löndum að þá íþróttamenn bara skráðir í herinn og eru þá bara að gera fara einhver smá basic þjálfun, það var til dæmis í Sviss. Þá bara ef þú ert eitthvað ákveð góður, þá getur þú farið í herinn, í svona íþróttamannaþjónustu, farið gegnum einhverja 3 mánaða þjálfun og svo farið bara búa í rauninni þar eins og þeir sem í herþjálfun og þá ertu bara með frábæra æfingarstöðu, þú ert á launum, þú lifir bara í rauninni á svona dormi bara, þar sem þú ert bara með herbyggið, þú fær mat og veist þannig að það er rosalega vel séð þig. Ég veit að í Þýskalandi að þá eru margir sem eru skráðir í lögguna. Þú veist þannig að það eru svona alls konar lausnir, mismunandi eftir löndum. Að því sko Íslendingar, við erum náttúrulega rosalega góð í íþróttum með við höfðatölu. Við erum með góðu landslið í mörgum boltagreinum og við erum með afreiksfólk í frjálsum og í crossfit og í sundi og bara afsakið að vera að gleyma einhverju. Fullt af íþróttum. Fullt af íþróttum. Þannig að þetta er kannski svolítið erfitt, ég skil alveg að erfitt að vera þá kannski með heilu liðin á launum, en auðvitað þarf að koma eitthvað til mótsvið þetta. Maður hefur heyrt eins og yngri landsliðin þurfa að borga allt sjálf, sérstaklega stelpulandsliðin. Ég veit ekki hvort sé ennþá þannig. En maður hefur einhvern veginn heyrt það og þú veist, ef þú ætla bara að haldast í þessari íþrótt, það er svolítið ósangjandi, ef þú hefur ekki efna á því þá getur ekki eftir í íþrótt. Nei, en það er samt aðeins öðruvísi menninga því eins og í liðsíþróttunum þá er oft sem þú getur fara á samning hjá einhverju liði, þá ertu að fá laun. En þú hefur ekki þann möguleika í einstaklisíþróttum. Þannig að það, þú veist, ég meina eins og í fótbolta til dæmis og ég vil handbolta líka. Þú veist að það er allt aðri möguleikar þar sko, heldur en í einstaklisíþróttunum. En þetta er reyndar annað sem kemur inn á þarna í sambandi við yngri landsliðin, að það ég var einmitt, nú bý ég í Svíþjóð og það er allt öðruvísi umhverfi þar. En svona tilfinningin sem ég fæ fyrir það er bara næstum því eins og íþróttir sé að fara að vera bara svona ríkramanna forréttindi hérna. Já. Og geti jafnvel lent í þeirra aðstöðu, þú veist, ef þú kemur, og þetta snerti mig sérstaklega, því að nú eru foreldrar mínir ekkert sérstaklega efnaðir. Þannig ef ég hefði í þessa aðstöðu að þurfa að borga svona mikið þá hefði ég aldrei fengið að fara, þú veist, ég hugsa oft um það. Ég fer á mitt fyrsta heimsmeistarmót ungmenna 2001 og það er eiginlega þar sem ég svona tek þá loka ákvörðinu bara, ég ætla að velja frjálsa frammiðbadminton. Og bara ég fæ svona smjörþefin að ég fara á stórmót og ég finn bara þetta er eitthvað sem ég ætla að gera. Ef ég hefði þurft að borga ykkur 100.000 kalla þess að fara á þetta mót, þá hefði ég ekki farið, þá hefði ég ekki fengið þessa tilfinningu. Það hefði getað breytt öllu með minn feril. Það hefði getað orðið til þess að hugsaður svekkilsi að komast inn á HM en get ekki farið og sjá fram á að vera aftur svo leiðis með EM á næsta ári. Veist, þetta dregur úr slúrmanni, þannig ég veit ekki hvert minn feril hefði farið ef það hefði verið svona. Nei. Þannig að það væri hægt að styðja við íþróttafólk og heilsu þeirra með bara bæði fjárstuðning og kannski einhvern veginn öðruvísi stuðning líka. Já. Þetta er náttúrulega, ef við erum að tala afreiksíþróttafólki þá er þetta sérstaklega náttúrulega fjárhagsáhyggjurnar og svo allt í sambandi við réttindi og annan svona stuðning, það skiptir ofboðslega miklu máli. En að því að þetta hlaðvarp snýst nú svolítið heilsu, eða svolítið svona smá. Svolítið smá. Hvað er heilsa fyrir þér? Nú er ég náttúrulega á allt öðrum stað, þannig að séð í lífinu. Ég er ennþá að æfa mjög mikið. Og heilsa fyrir mér, nú hugsa ég, nú er ég meira að æfa fyrir heilsu og ég er meira að hugsa þann hluta af lífinu, því að nú hef ég 2 litla stráka sem ég eignaðist frekar seint og ég ætla sko að vera hérna spræka mamman sem er að hlaupa eftir þeim og leika við og alveg eins lengi við get. Þannig að fyrir mér að þá er heilsa í rauninni bara að vera í það, að fara það vel með mig að ég geti verið í það góðu ástandi að ég geti verið að leika við börnum mín og vonandi barnabörnum mín bara fram eftir öllum aldri. Afi strákara minna, hann tengdapabbi minn, hann er að detti að vera áttræður og hann er að hlaupa eftir 2 ára stráknum mínum. Magna. Og það er svo skemmtilega sem ég veit að sjá þá að leika og ég bara svona horfa þetta bara að þetta ætla ég að gera. Það er gott að góða fyrirmyndir. Já, það er heilsa fyrir mér að geta verið svona að fara það vel með sig. Ég meina, vonandi það er náttúrulega krefst maður hefni líka. Það þarf alltaf að hafa hefna með sér. En allavega ég geri það sem að ég get.
En að því við erum að ræða atvinnumennsku eða og íþróttir, hvernig heldurðu að það hafi áhrif á heilsuna til frambúðar? Þú veist, það jákvætt eða neikvætt að vera atvinnumaður í íþrótt? Ég held að það getur verið mjög neikvætt. Það getur verið það. Það fer ofboðslega mikið eftir því, íþróttamenn eru svo misjafnir. Það eru sumir sem bara fara all in og það er bara engin morgundagur, og svo náttúrulega tímarnir búin að breytast óbúslega mikið, en ég get alveg sagt að gömlu spjótkastararnir nú þekki ég 2 spjótkastþjálfara sem voru sjálfur spjótkastarar og við skulum segja að þeir labba ekki óbúslega beinir í dag. Og líkamlega heilsan kannski ekki alveg upp á 10. Nei, líkamlega heilsan, þá verður slítið, það er búið að slíta á svolítið mikið og þá kannski ekki hugsað þú veist, en hvað svo? Akkurat sem ég var að hugsa, Og en þú veist, það er svona aðeins meira pælt í núna, maður þarf að hugsa það líka, maður getur ekki boðið líkamanum upp á alveg hvað sem er á þessum tíma og það skiptir rosalega miklu máli. Þetta var líka eitthvað sem ég hugsaði að því ég var fann að finna svona síðustu árin, það voru margir sem skildi ekkit í því að ég tæki ekki 1 ári viðbóta þegar Ólympíuleikunum var fresta, en ég var svona fann að finna það líka að þú veist, þó sem ég var í mínu besta formi að þá var ég fann að þurfa að hafa meira fyrir því að jafna með eftiræfingar og ég þurfti að hafa meira fyrir því með hverju árinu að halda mér heilli og ég var búin að fá álagsbrot í bakið 2017, það gerist 2017 uppgötast þannig 2018, þannig að þú veist, þetta er svolítið ég er komin út svolítið hálanís, hvers virði er 1 ári viðbót. Þannig að þú veist, það var líka farið að spila svolítið inni fyrir mig að þegar ég er búin að fá að gera þetta í 20 ára og fara þennan Ólympíuleika, þú veist, þarna vildi ég líka fara að eignast barn, og hún er 35 ára gömul, þannig svona, það var farið að vega svolítið þungt. En þannig að ef maður hugsar ekki út í þessa hlið, þá getur maður misboðið líkamann og þannig að maður fara að taka afleiðingunum af því það sem eftir er ævinar. Og svo ekki nóg með það heldur það bara, þú veist, íþróttamenn sem að hugsa ekki svona, sitt identity, eða svona hver ég að það ég eitthvað meira heldur en bara íþróttamaðurinn. Akkurat. Eða ég bara spjótkastarinn og hvað ég þá þegar ég ekki spjótkastarinn lengur? Þá kemur svona mikið tómarum og það er ofboðslega erfitt fyrir íþróttafólk að hætta þegar það hefur bundið sér svona fast við að skilgreina sjálfa sig út frá því að vera íþróttamaður. Og það er því miður bara andleg vandamál, þunglyndi og jafnvel sjálfsvíg, bara ótrúlega algeng hjá íþróttafólki sem að hætta eða nýhætt. Þannig að það þarf að halda rétt á spöðunum til þess að afreiksíþróttir verði ekki slæmar fyrir bæði andlega og líkamlega heilsu. Það er bara þannig. Þetta gefur ofboðslega mikið að góða tólum út í lífið á mörguleiti, en þetta getur líka tekið mikið frá þér og þetta er einmitt ástæðan fyrir því sem ég vil tala hennan andlega hluta líka svona mikið. En þetta er rosalega fín lína þarna á milli. Það er það nefnilega. En mér er bara svo mikilvægt að koma inn á þetta fyrir kannski einhvern sem er núna að stefna á því að verða atvinnumaður eða er nú þegar að huga að þessum þáttum. Bæði eins og þú segir að misbjóða ekki líkamannum sínum alveg, auðvitað er alltaf ákveðin fórnarkostnaður, þú vilt standa þig og allt þetta, sérstaklega hvort sem er liði eða einstaklings, það er alltaf ákveðið, þú vilt ná ákveðnum árangri og stundum bara kostar það eitthvað líkamlega, en þú kannski andlega heilsan er samt eitthvað sem þú getur meira unni með og líka fyrirbyggja líkamlega meðslin með réttri þjálfun og endurheimt og Jú, það er nefnilega máli. Þú þarft að fyrirbyggja líkamlega meiðslin eins og getur. Þú getur alltaf lent í ykkur sleysi, en þegar það kemur álagsmeiðslum, þú verður að passa þig að setja bara ekki of mikið á vogarskálinu öðrum megin. Það er bara þannig. Þú verður að sætta þig við það. Það er bara ákveð mikið sem þú getur gert. Og svo þarftu að sjá til þess að gera eins miklu endurheimt og getur. Og þegar að líkaminn er að segja stopp, þegar þú ferð að finna til, ekki þjösnast áfram. Þú verður að hlusta á líkamann. Mér finnst það svo góð setning, ég veit ekki hvar ég sá þetta fyrst, en bara ef þú hlustar á líkamann þegar hann hvíslar, þá þarf hann ekki öskra á þig. Akkurat, þetta er flott. Og þetta finnst mér svo frábært, en þú veist, það er nefnilega málið. Jú, þú getur alltaf lent í meiðslum og það getur allir lent í því. Þú veist, það getur verið eitthvað slys, en það getur líka verið álagsmeiðsli. En hvað gerirðu þá og hvernig vinnur úr því? Ef þú heldur áfram að þjösnast í því, að þá getur skemmt eitthvað.
til frambúðar. Þannig að það alltaf hægt að svona í langflestum tilfellum held ég að sé hægt að fyrirbyggja það að veri varanlegu skaði. Af því að einhverja rannsóknir yfir það eða einhver reynsla, ef maður horfir á þá sem voru atvinnumenn fyrir 20, 30, 40 árum, hvernig þeirra skrokkur og hilsa Já, sko, fyrir 30, 40 árum, þeir eru allir skakkir og gældir, sko. það var líka þessi hugsun, sko, að æfa meira er betra. Það bara meira er alltaf betra og þú veist, þessi hugsunaháttu var ennþá þegar ég byrjaði og það var svolítið svona bara, þú veist, meira, þú veist, það er aukaæfingin sem skapa meistarann. Ekki hvíldin sem skapa meistarann. Nei, það er bara, þetta er eitt meistarögl bara sem ég hef heyrt og þessi hugsunaháttur er rosalega hættulegur fyrir kannski ungt íþróttafólk sem er óbúslega metnaðfullt. Af því að það er bara raunin verið að segja við þig, ekki verið að hlusta líka maður, þú verður að gera meira. Ef þú ætlar að vinna, þá verður að gera meira en andstæðingarnir. En það er bara ekki svo leis. Þetta snýst ekki hver æfir mest, þetta er svona hver æfir skynsamlegast og gáfulegast. Akkurat. Við eigum bara eitt skrokk. Nákvæmlega. Og eitt toppstykki. Það er nefnilega það sem að, þú veist, bæði andlega og líkamlega heilsa. Og það er ekkert sem við metum eins lítið eins og það á meðan við höfum það. Og svo er alltaf eftir sjá leið og eitthvað kemur fyrir og þá, ég vildi ég hefði og ég hefði ekki átt. En þú vinnur svona mest með andlegu heilsu íþróttamannana eða bara eingöngu. Hvað er svona það helsta sem að þau gagnast af og þú sér svona sem flestir kannski er ekki að díla við ef ég sletta aðeins, en svona þú veist. Sko, það er náttúrulega óbúslega mikið þetta að, þú veist, það er mikill metnaður, þú vilt mikið og þá kemur stress. Það er sérstaklega í kringum keppni, óbúslega mikið stress, hvernig að takast á við það og svo eru líka, þú veist, vonbrigði þegar þú nærið ekki alveg þú veist, þegar árangurinn er ekki eftir væntingum að það getur verið óbúslega erfitt að takast á við það og svo eru líka svona skoðanir annara. Hvað öðrum finnst þið, þú veist, hvað verður sagt um mig í fjölmiðlum ef ég gerir þetta eða bara, þú veist, er ég að bregðast liðsfélagunum, er ég að bregðast þjálfaranum, er mamma og pappi vonsvikin með þessi, ungir íþróttamenn er rosalega oft þarna. Það finnst mér alveg hræðilegt. Af því að, þú veist, þau vilja gera svo vel og þau eru farin að yfirfæra sinn metna yfir foreldrana. Og, þú veist, auðvitað veit ég það foreldra geta kannski svona farið aðeins yfir í metnaðinu fyrir börnin sín, en ég held að sé engin allavega ekki margi foreldra sem er að fara að vera eitthvað sérstaklega fúlir út í krakkan eða vonsveiknir ef að barninu gengur illa. Þetta líður þá bara, þú veist, þú vorkenni barninu þegar þið líður illa af því að þið gekk illa. En þú ert ekkert eitthvað, heyrðu þarna klúrar nú. en það eru rosalega margir ungir íþróttamenn sem eru kannski svona hræddir við þetta. Kannski eru foreldrar óafvitandi að setja pressu. Það getur í mörgum tilfellum er svoleiðis. En í langflestum tilfellum þá er það íþróttamannur sjálfur sem býr þetta til. Af því að ég hef verið að vinna með ungum krökkum alveg neyri í, bara 13 ára. Og þegar ég fer að kafa onni í þetta, þegar það kemur, ég er rosalega stressuð og þú veist, yfir þessu móti og þá eru ég fyrir svona afgrútt stressu, hvað er það? Að stressi kemur út af einhverjum ótta, eitthvað sem hrætt við, eða hrættur við. Og þá fyrir við að kafa og það kemur stundum þetta að það verði einhverju fyrir vonbrigðum, foreldrar eða þjálfari. Og þegar ég fyrir að skoða það, bara já, en er eitthvað sem bendir til þess? Hafa þau sagt eitthvað sem að bendi til þess og fyrir að skoða, já, nei, okkur heldur það. Þá er það bara komið frá þeim sjálfum. Það er bara yfirfæra sína væntingar yfir á aðra. Akkurat. En svona innri hvatning, hvernig ertu það að reyna að auka það? Það er alltaf svolítið erfitt. Svona, já, þessi hvatning, sko, það getur verið erfitt. Þú verður að hafa ákveð af innri hvatningu. Ég meina, þú kemur ekki að tala um mig ef þú hefur ekki innri hvatningu. Það er enginn sem að nennir þess ekki sem er að koma til mín og heyrðu, hvernig get ég orðið betri? Nei, mamma sagði mér að koma. Nei. Já, nei, það gengur ekki. Nei, en það koma samt tímabil hjá öllum. Það er ekki fólk sem er rosalega mótiverað og svo gerist eitthvað, svo gengur ekki nógu vel. Og þú æfir og það gerist ekki neitt og þá byrjar svona, þú veist, að brjóta þig niður fyrir það og vera þreyttur á því og þú veist, það bara þú ert með svo háar væntingar og kannski svolítið setur óraunhæfar kröfur á þig og þú nærð ekki að lifa eftir þessu og þá
kemur svekkelsi og þá fer svona hvatningin að dvína, það er kannski alveg þar að þegar þú ert á þeim stað þannig að ef þú hefur ekki þessi innri hvatningu þá langar ég bara til að gera eitthvað annað veist, ef það er ekki til staðar en ef hún bara fyrir að dvína að þá er kannski að skoða af hverju hvað er það sem er að valda því og þá er ekki kannski að vinna beint með hvatninguna heldur, þú veist, ef að hvatningin er fann að dvína vegna þess að þú ert að setja svo óbúslega miklar óraunhafa kröfur á því, þá ertu kannski aðeins að skoða væntingarnar Akkurat. Og vinna með þær og hvað er raunhæft og svona Og talandi raunhæft þá kannski, þú vinnur svolítið mikið með markmiðasetningu, er það ekki? Jú, sem þú segir þá raunhæf markmið. Já. Er eitthvað ráð sem þú getur svona haft sem almenningu geti líka gagnast af? Já, ég er með námskeið í markmiðasetningu, ég myndi að fara inn í fyrirtæki. Jú, ég er með fullt af ráðum markmiðasetningu, við hefum þurft að taka annan klukkutíma með það. Þú kemur bara aftur á næsta ári og tökum markmiðasetningu og heilsa. Nei, ég myndi segja sko, ef ég á að gefa svona ráð fyrir markmiðasetningu að það er eiginlega tvennt sem að ég myndi segja sé svona stærstu vandamálinu þegar kemur að því fólk setur sér rosalega, setur sér markmið og það gengur ekki og þá einhvern veginn svona markmiðasetning virkar ekki fyrir mig en það sem við þekkjum öll er nýársheitin. Óbúslega margir sem er að strengja nýársheit en það er ekkert gert neitt meira með það er bara eitthvað svona eitt risastórt markmið og það er eitthvað bara svona, mér langar þú veist, eitthvað, þú hendur út eitthvað svona stóru sem að þú ætlar að vera búin að gera eftir ár og svo bara gerur ekkert meira með það. Þú ert ekkert að hugsa hvernig ætla ég að fara að þessu, ég er ekkert að skoða þetta neitt aftur á leiðinni og svo eftir mánuð þú ert bara búin að gleyma því hvað stóru markmið þú settir. Að þú veist, það er ekkert nóg að henda bara út eitthvað stóru markmið, þú þarf líka að brjóta það niður í viðráðanleg skref og það þarf að vinna reglulega markmiðunum. Það er ekki bara svona hend út einhverju einu stóru markmiði, það þarf að gera plan. Það er svona, hvað skref get ég tekið og bara pínulítil skref af því að maður vill gera það hverjum degi og svo þarf að halda sér svolítið við efninu og minna sig á markmiðin og þessi pínulítlu skref sem hún setur fyrir þig til þess að komast á markmiðunum, þú þarf ekki að gera öll í einu. Nei, akkurat. Það er þetta tvennt, það er ekkert plan, það er bara að henda út einhver markmiði, það þarf að gera plan, pínulítil skref og þú mátt ekki gera allt í einu. Já. Þú verður að velja eitt hlut og taka fyrir svo getur fókusa á hann af því að ef þú ert að ætlar að gera eitthvað rosalega lífstílsbreyting og ætlar bara umturna öllu lífinu á einu degi. Þú ætlar nú ætla ég að fara að borða holt og ég ætla að vakna snemma á morgnana og ég ætla að fara í ræktina klukkan 5 og ég ætla að fara að gera hugleiðslu og ég ætla að gera þetta og þetta. Veist, þetta er alltaf mikið. Það verður bara yfirþyrmandi og þú getur kannski farið á einhver svona svakalegu pep-trippi í kannski viku og svo er það bara búið. Já. Í staðinn þá bara, nú ætla ég að gera eitt hlut. Og að því að við tala þetta, ég fékk spurningu frá einni sem ég þekki hvernig væri best að létta sig. Já. Þá hún fengi einhverja svaka prógram frá næringarfræðingi og þátt að breyta þessu og gera allt og manneski sem er ekkert búin að spá í matræðinu. Þú byrjar ekki þarna. Og ég sagði við hana, gera bara eina litla breytingu og þú veist ekki byrja á því að taka eitthvað út. Byrja á því að setja eitthvað inn. Ekki segja, ég ætla að hætta að borða nammi. Segð frekar, ég ætla að borða meira grænmeti. Ég ætla að setja inn grænmeti með kvöldmatnum. Bara hverju kvöldi þessari viku. Þegar þú fann að setja inn meira grænmeti þá fyllist upp í magan og þú hefur ekki eins mikið áhuga að borða nammi setna kvöldi. Það leysir sér sjálft vandamáli. Og svo gerur næsta hlut og svo næsta. Þannig að það er þetta tvennt. Búið til plan og svo að taka bara eitt hlut fyrir einu. Akkurat. Ég er með heilsumarkþjálfun í sporthúsinu, í sjúkraþjálfunni á miðvikudögum og þar fæ ég til mín mitt skjólstæðingar sem að vilja bæta heilsuna og það er yfirleitt þetta eins og þú segir, þeir vilja gleypa allan heiminn í einu og bara allt á helsta breytast bara á núleitni. En það er nefnilega svo mikilvægt sem ég er aðlega þeim að því að sumir eru hrættir við markmið og ég segi alltaf að það er kostur að setja þig markmið að því að þó þú náir þig ekki þá ertu komin úr hjólförunum. Þá ertu allavega komin á stað. Þú veist, og maður á ekki að svekkja sig heldur þó þú náir ekki 100% markmið, þú ert komin áfram. Og mér finnst það skipt svo miklu máli. Þú ert kannski ekki lengur fastur í einhverju vítarhring sem þú varst í. Það er orðin einhver smá breyting. Já, og líka bara að þú veist, það eru flesti sem eru hræddir við markmiðin. Það eru þeir hafa verið að gera annarkvort af þessum tveimum mistökum og þess vegna hefur það ekki gengið og þá er það svekkelsi að því að þú setur ekki markmið og svo nærðu þeim ekki og þá ferðu að trúa því, þú fer að segja við þig og þú fer að trúa að ég get ekki ná markmið.
ég kann ekki setja mig markmið eða ég er ekki típan sem getur sett mig sem markmið og náðum. Já. En það er ekki af því að þú getur ekki sett markmið, það er bara af því að þú ert ekki búin að vera að gera það alveg rétt. Nei, bara óraunhæf. Já, og þú kannski bara ætlar þér svolítið mikið í einu eða gerir ekki plan og bara hendur út einhver stóru markmiði og svo veist ekki hvað það gerir til að ná því. Nei, ég man ekki hvort ég heyrði hjá þér fyrir einhverjum árum eða einhverjum öðrum með svo flott samlíking að, þú veist, markmiðasetningin er svolítið eins og að búa til fjársjóðskort. Já, það var ég svo. Það er ekki. Já. Þú veist, og ég segi þetta við fólkið mitt, þú veist, ef þú ert að leita fjársjóði og þú ert ekki með neitt kort, þá er ekkert smá erfitt að finna fjársjóðin. Þú getur ekkert fundið hann. Nei, þannig ef að markmiðið þitt er kannski að bæta inn hreyfingu í líf þitt, þá það er fjársjóðarinn, þá þarf þetta búið til skref, hvernig ætlar að gera það? Þú þarf að skipuleggja þig, hvaða dag ætlar að hreyfa þig, hvernig hreyfing og svo framvegis. Já, og svo er það líka það sem að hræðir marga, það er svona ok, ég með þetta stóra markmið, ég veit ekki hvernig ég á að komast það, þú veist, ég veit ekki hvað skref ég get tekið. En það er nefnilega málið, þú þarft ekki að vita öll skrefin. Nei, þú þarf bara að vita hvað er fyrsta skrefið. Af því að maður lærir alltaf svona leiðinni, þú veist, maður fer hérna stað og svo gerist eitthvað og svona, já, heyrðu, og svo get ég gert svona og svo svona. Það eina sem, þú veist, ég hérna núna og ég ætla að komast þangað, það eina sem ég þarf að gera í dag er að taka fyrsta skrefið. Ég þarf ekki að taka öll skrefin. Nei. Og helst ekki, af því maður getur ekki gert það einu degi. Nei, og af því að svo er líka bara svo eðlilegt að þú tekur 2 skref áfram að þú farir stundum 1 skref aftur á bak, svo tekur þú 2 skref áfram og svo ferði 1 aftur á bak. Lífið er bara þannig. Veist, þetta er ekki alltaf einhver bein lína. Það er nefnilega eitt sem að mér finnst svo, það verður svo gildislaðið oft hjá fólki, þetta með markmiðin, að þú veist, að ef að það kannski gengur ekki, þú setur eitthvað markmið og þú nærði ekki alveg eða ekki á þeim tíma sem ætlaðir, að þá kemur svona mikið niðurbrot og þetta, þú veist, ég er ómöguleg, ég klúðraði og eitthvað svona og ég tala svolítið það að nú er ég náttúrulega rannsóknar nördið, doktorsprófinu, að líta á þetta sem tilraun, ekki setja sjálfsvirðinguna þína í pottin með markmiðunum þínum, heldur að bara líta svona, ok, nú er ég vísindamaður og ég ætla að gera tilraun og ég ætla að setja fram tilgátu. Tilgátan er að ef ég byrja að hreyfa mig svona mikið og ég gerir þetta með mataræðið mitt, að þá mun mér líða betur, ég léttist eitthvað, skilur. Þetta er tilgátan sem ég set fram. Og svo fer ég að vinna tilrauninni, ég geri þessa hluti og þá annarkvort sanna ég þessa tilgátu, þetta var rétt, já, ég geri þessa hluti og ég náðu þessu markmiði, eða þá að tilgátan mín er ekki rétt, það þýðir ekki ég sé ömuleg eða ómöguleg. Það þýðir bara ég var ekki með rétta tilgátu. Þá þarf ég að laga tilgátuna mína og reyna aftur. Og þá bara, ok, þá þarf ég að gera eitthvað annað til þess að komast þangað. Þú veist, þegar maður getur svolítið tekið tilfinningarna út fyrir, ég veit ekki, þetta verður óbúslega erfitt. Þetta er hljóman sem, já, þú bara gerir svona. Ég veit alveg að það er miklu meiri vinna á baku þetta og sjálfsvinna og svona. En ef maður getur litið svolítið á þetta frá þessu sjónhorni, ég held að það breyta öllu. Já. Mér finnst þetta sérstaklega varðandi mataræði. Þá finnst mér fólk eitthvað að setja sér allt of óraunhæf markmið. Já. Það er eitthvað við það. Og það er svo mikið hjarðhægðin í gangi á Íslandi og einhver tískubóla kemur, þá ætla allir að prófa þetta. En það bara henda kannski þér ekkert eða mér ekkert. Já. Þess vegna segi ég mynd þetta sama. Við þurfum að prófa að gera tilraunir okkur sjálfum. Hvað hendar mér? Já. Hvað er líka með minn að segja mér þegar ég breyti mataræðinu mínu svona? Hvernig líður mér? Veist, er þetta að hafa jákvæð áhrif á mig eða er þetta bara að valda með streitu? Nákvæmlega. Og svo það er líka einhvern veginn þessi hugsun að við þurfum alltaf að léttast. Við þurfum alltaf að vera minni, taka minna pláss. Þú veist, vera fullkomir fitta inn í einhverju svona staðalímyndir sem er eiginlega ekki til. Það er eiginlega enginn sem er svona en samt eru allir reyna að vera svona. Og það er svo ofboðslega margir sem eru fastir í því að þeir verða léttast. Já. Hvernig finnst þið það með atvinnu, menn sem þú veist að vinna með andlega, er þeir mikið að spá í þessu, þú veist, eða? Sko, það er náttúrulega sumar íþróttir eru þannig að það eru þyngdarflokkar og það er svona, það er náttúrulega alltaf svolítið erfitt og það getur farið mjög illa með hausun og sérstaklega þegar fólk er að tróða sér niður þyngdarflokk sem að líkaminn er á í rauninni ekkert að vera í. Af því að þá eru að hugsa, þú veist, já, ok, eins og til dæmis ef við tökum bara ólympískar lyftingar eða kraftliftingar. Það er líka svo stór bil þarna á milli. Já, stór bil á milli og þú er kannski eitthvað rétt á milli þyngdarflokka. Þá viltu frekar reyna að tróða þig niður af því að það er ekki lyft eins þungt þar, heldur en að fara upp og þá þarf það að vera sterkari. Og það er einhvern veginn í staðan fyrir að svolítið líta og sætta sig við hvar er líkaminn minn.
þetta pínlítið fyndi að því nú ég svona, ég þetta kannski ekki að segja svona, ég setti mig, ég þarf alltaf að hafa eitthvað markmið. Ég sett mér að markmið, ég ætla að keppi í ólympískum lyftingum á næsta ári. Kannski keppið bara saman. Já, mér líst vel að. Þetta er ekkert eitthvað stórt, þetta er ekkert eitthvað næsti ferill og þetta er engar stór fréttir. En þetta er bara eitthvað svona skemmtilegt sem ég langar til að gera. Og þá fór ég svolítið að pæla í hvað þyngdarflokki. Nú ég mjög hávaxin og það er rosalega þungt í mér pundið eins og getur orðað það. Þannig ég svona, þú veist, ok, í hvað þyngdarflokki ætla ég að keppa? Ég er ekkert tilbúin að fara að reyna að þvinga líka minn í eitthvað form, af því að nú ég búin að vera að æfa óbúslega lengi og nú ég búin að fara í gegnum batningnir og koma tilbaka og ég svona ég er búin að læra rosalega mikið líka minn og í hvaða þyngd mér líður best, hvað gerist þegar ég er svona þung eða svona þung, hvernig líður mér, hvernig er líka minn og ég er bara búin að sjá það að þú veist það, ef ég ætla að vera sterk og vera með einhvern ákveðin vöðvamast þá er ég bara ákveð þung og það er bara þannig og ef ég ætla eitthvað að fara að reyna að þvinga mig niður þá mun mér ekki líða vel. Nei. Og það er svolítið bara að sætta sig við það í staðan fyrir að reyna að tróða sig niður og náttúrulega sérstaklega því ég er bara að fara að leika mér sko en þetta er samt sem áður svona þetta getur náttúrulega verið erfitt fyrir íþróttafólk en ég held að sé rosalega mikið líka bara það er ekki bara kannski með þyngd heldur líka svona þessi líkamsímynd sem er óbúslega erfið. Strong is the new skinny. Já. Þú veist, það er á tímabili var það einhvern veginn sem betur fyrir breyttist það í þessast. Já, ég get alveg sagt í hvernig það gerist. Það gerist í cirka, hvernig var það, 2012 cirka. Ég get alveg sagt í það vegna þess að ég var strong áður en það var inn. Að þú veist, það var bara rosalega þegar CrossFit fór að koma og vera stórt og svona, þá allt í einu máttu konu vera með vöðva. Þú veist, ég veit hvað var oft sagt um mig, ég liti út þessu kallmaður bara því að vera með vöðva. Akkurat. Þannig að rosalega mikið búið að breytast. Hvað var þetta? Til eins betra, eða ekki? Jú, ég myndi segja það. Það er miklu meira, þú veist, það eru náttúrulega vissir hópar, þetta er rosalega misjant, það fer bara eftir fólki sem vilja vera með rosalega mikið af vöðum, þetta getur náttúrulega farið ykt í þá átt líka, sko. En það er ekki bara þetta alls ráðandi að þú bara verðir að vera grindhoraður og taka sér misplás. Nei, og líka þegar þú ert, sko, að æfa íþrótt sem þína atvinnu, að þá þarftu raun og veru, þá mótast náttúrulega bara líka en eftir því sem þú ert að gera. Já. Ef þú ert maraþonhlaupari þá ertu bara ákveðin vaksin, skilur. Já, en það eru margir íþróttamenn sem er að berjast á móti þessu, sko, vegna þess að þú náttúrulega, ég menna, þegar ég fór að keppa og var í pínlítlum hjólabuxum og íþróttoppi, sko, það var ekkit falið. Nei. Ég átti engin leyndarmál. Þannig að þú veist, og svo fer maður komment út af það líka, sko. Já. Ef maður þyngist aðeins eða léttist aðeins þá verður að kommenta á það og þannig að það eru rosalega margir íþróttamenn rosalega meðvitaðir það að þeir eru að fara að keppa í topp og hjólabuxum eða sundból eða hvað sem er og vilja þá líti út á einhvern ákveðin hátt og það hefur stundum með sér farið það langt að þróast út í átraskanir og það tekur yfir og fyrir að hafa neikvæð áhrif á árangurinn. Akkurat. Það er nefnilega og það bara, þetta er náttúrulega bara átröskun og þetta er náttúrulega bara sjúkdómur og ef þú er komin ákveðið langt að þá tekur það bara yfir. Og það hefur neikvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsuna. Já, og félagslega heilsuna. Já. Ekki glemma henni. Nefnitt, alveg ofbúslega. Þannig að ef við reynum að súmera saman eitthvað það sem við erum búin að vera að tala um þá sem sagt, til þess að ef við byrjum bara á áhrif heilsu á atvinnumennsku. Ef þetta er, hvað þarf að vera til staðar í heilsunni til þess að ná góðum árangri í íþróttum? Það þarf að fara vel með líkamann. Þú ert að biðja mikið af líkamannum en þú verður að fara vel með hann líka og þú verður að hlusta á hann. Til þess að, þú veist, ekki bara fyrir heilsuna núna heldur líka í framtíðinni og ekki vannmeta hvað andlega heilsan skiptir miklu máli. Þú veist, það er ekkert að því að tala við einhvern og að fá hjálp. Og líka bara að styrkja hugan áður en að vera vandamál. Það er nefnilega líka þetta, sko, það sem ég er að vinna á móti. Þú ferði ekkert bara og gerir styrktaræðingar þegar þú er búin að meiða þig. Nei, mitt. Þú vilt styrkja þig til þess að meiðist ekki. Það er sama með andlega styrk. Þú vilt styrkja þig andlega svo þú lendir ekki vandamálum. Nei, mitt. Og það skiptir máli að huga að því og líka bara muna. Og þetta er kannski eitthvað sem að ég svona sé eftirferilinn. Að þú veist þó að maður sé bara íþróttina voru lífið mitt bara algjörlega, það bara
Veist, það var, þegar ég var yngri, það var bara ekkert sem ég óttaðist meira en ég myndi bara meiðast og ég þyrfti að hætta. Það var bara ræðilega sem gætt gerst, þetta var bara lífi snerist þetta. Og svo hætti ég og svona fæ smá fjarlægð og get svona leiti á það og þetta var náttúrulega rosalega stór hluta mín lífi en það meira í lífinu. Og það má ekki gleyma því að þó að þetta sé ofboðslega mikilvægt fyrir þig og þó að þetta sé vinnaðinn og þó sem er styrtaræðila, þú er manneski fyrst. Það það sem gleymist stundum, það má ekki gleymast. Nei. Og svo náttúrulega þetta öfugt að heilsan getur líka haft áhrif á atvinnumennsku. Heilsan hefur náttúrulega áhrif á árangurinn líka. Já, þannig maður þarf, og þetta náttúrulega í raun og veru, þetta bara sami hluturinn. En ef við kannski endum bara eins og að ræðum hvað almenningur, bara þú veist að því að það eru færri, þeir sem eru að hlusta örgulega mjög margir atvinnumenn, ég ætla að vona það, en flestir eru líklega ekki atvinnumenn, heldur bara almenningur og áhugamenn, hefur kallað það. Venjulegt fólk, eins og ég segi. Venjulegt fólk, já, bara eins og ég. Hvað geta þau tekið svona helst út úr þessu? Sko, þetta náttúrulega, þetta á við alla. Þetta náttúrulega kannski á stærri skala með íþróttafólk, en það þurfa allir að gera þetta. Það þurfa allir að huga að andlegu heilsunni og það þurfa allir að huga að vel að líkamannum og hlusta á hann. Og ég segja stundum að, þú veist, maður læra óbúslega mikið af íþróttinni af því að það hefur verið, þú farið að takast á við áskoranir, það er rosalega svona samþjappað og svona konsentrerað, þú veist, miklu fleiri áskoranir heldur en hún lendur oftast í lífinu, af því að þú veist, og svona stressandi aðstæður og allt þetta, þannig að þú lærir að takast á við þær, af því að þú lendir oftar í þeim. Þetta er eiginlega bara svona meira ekstrím, en maður getur sagt það þannig. En, þú veist, annars eru nákvæmlega sömu hlutir sem að gilda fyrir venjulegt fólkin að gæsa labba og það er þetta, það þurfa allir að styrkja hugan, það þurfa allir að huga því, þú veist, eins og bara sjálfstraust, þú veist, allt sem ég er að kenna íþróttafólkinu mínu, það er ekki bara nýtast þeim íþróttinni. Nei, bara í lífinu. Það er öll í lífinu. Já. Þannig að það er nákvæmlega það sama. Huga að andri heilsu, huga, þú veist, styrkja hugan, læra alls konar svona aðferð til að takast á, þú veist, við erum að lenda við erum í pressa, stress, þú veist, allt þetta í lífinu öllu. Það er kannski svona meira ekstríma aðstæður í íþróttunum og sama, þú ert að hreyfa þig, þú ert að hlusta líkamann. Þú veist, er ég alveg uppgefin núna hérna eftir erfiðan vinnudag og koma krökkunum mín í háttinn og þú veist, á ég að fara á æfingu núna? Eða á ég kannski bara að gera smá jóga eða teygja eða eitthvað? Þú veist, eða þarf ég að hérna drösla mér að því ég ætla að missa svona mörg kíló? Þú veist, nei. En hver eru þá bestu ráðin til að styrkja hugan? Til að styrkja hugan? Það er sko, það er upp á neitt, annar þáttur. Nei, það er rosalega, það er kannski fyrst og fremst, myndi ég segja, ég ætti bara að gefa eitt ráð, það er að huga svolítið að því hvernig við tölum við okkur sjálf. Það er að því að það, hugsanir okkar, að það er skapa tilfinningarnar okkar og tilfinningar að það stýra hegðun. Þannig að það sem við erum að hugsa, það stýri hvernig okkur líður. Þú veist, þekkir það bara, ef þú ert hérna, ég er ömuleg, og þú veist, þá er maður bara, og líður ömulega. En þegar þú ert að hugsa jákvætt, þetta verður frábær dagur, þú veist, þá líður vel. Það stýriði algjörlega hvernig okkur líður. Þannig að svona að huga að því hvernig þú tala við sjálfa þig og geta aktíft þá grip inn og segja hluti við þig sem þú vilt vera að hugsa, vilt vera að trúa og taka bara eftir því hvað þú ert að segja við þig. Það er stundum og þá gerum við þetta svolítið ósjálfrátt. Það er kannski svona, fyrir þetta hefur svo óbúslega mikil áhrif á hvernig okkur líður, þannig að það verður svona eiginlega, ef ég ákom með eitt svona quick fix, þá myndi ég segja að það væri að huga svolítið á þessu. Af því við tökum því miður yfirleitt meir eftir því sem gengur á afturfótunum, en öll þessu frábæra sem við erum að gera vel, við erum kannski að gera 10 hluti vel og einn ekki vel og við bara fókusum á þennan sem okkur finnst við ekki gera nóg vel. Já, við erum bara hönnuð svona, við eigum að taka eftir því sem er neikvætt, þetta er bara svolítið svona til þess að lifa af hérna þegar við vorum bara hérna steinöld, af því að þá, ef þú ætlar að lifa af, þá þurftur að taka eftir hérna, þú veist, eitruðu berjónum og hættulega ljóninu, þú þurftur ekki að sjá fallega sólsetrið, ekki til að lifa af, þannig að þetta er svona heilin leita svolítið að þessu sem er hættulegt. Já, þannig þetta er jákvætt sjálfstal í raun og veru. Já. Nota jákvætt sjálftal, að bara vera meðvituð hvað um hugsa og vera aktíft að reyna að nota jákvætt sjálftal. Já, einmitt. En eins og með núvitund og hugleyslu og svona, notaru það mikið? Já. Ég sem sagt með eiginlega svona, ég ætla ekki að fara út í þar en bara svona henda því fram 5 svona grunnaðferðir sem ég nota
og það einmitt núvitund. Af því að þú veist, þegar við ætlum að fókusa á eitthvað og geta róa niður hugan, af því að við ætlum að þjálfa hugan, þá þurfum við að hafa einhverju stjórn á honum. Þannig að núvitund og svo þetta að vera meðvituð hugsanir okkar, það sjálftal og sjómyndaþjálfun og svo að nota öndun til þess að stýra spennustigi. Þetta ógeðslega einfalt, þetta ekkert flókið. Það eru þessar 5 grunnaðferðir en það hægt að nota þær á ofboðslega mismunandi hátt í mismunandi aðstæðum. Já, og eitthvað henta þér og eitthvað annað henta mér kannski. Já, bara hvað ég að glíma og hvað þú að glíma við. Hvað þarf þú og hvernig og hvað þú að segja við þig og hvað ég að segja við mig. Það svona, þú veist, já, mismunandi vandamál og mismunandi sjálftal sem eru á bakvið. Þetta í rauninni tækin sem ég nota og svo eru þau bara að nota mismunandi hátt. Mér stundum búin að fara yfir bara ansi Víðan völl, já. Eitthvað sem maður bjóðar að segja svona lokum, eitthvað sem þetta eftir í hug? Eða? Já, heyrðu, kannski að nýta þess tækifæri. Fyrst að ég hérna á Íslandi að halda fyrirlestra og námskeið. Ég að fara í fyrirtæki og stofnanir og meira sem hefur verið að fara í skóla og ég eiginlega með svona, ég að tala rosalega mikið hugafar og markmiðasetningu, sérstaklega að kenna hana og svo ég að fara líka að bara, ég með námskeið í hugarþjálfun fyrir íþróttahópa og þannig að bara ég kem reglulega, ég núna í viku þannig alveg tróðfullt núna, ekki núna en það bara ef að það einhver að núti sem að vilja fá fyrirlestur að námskeið fyrir sinn hóp og bara endilega hafa samband mig, það bara ástíðshjálmsdóttir.com og svo ef að það eitthvað íþróttafólk sem að hlusta og þá ég ekki endilega að tala afreks íþróttafólk, ef það einhver sem bara í íþróttum, að keppa í íþróttum og bara vill verða betri. Þú þarft ekki að vera að fara á ólympíuleikana. En ef að þú vilt vera andlega sterkari, við tala nú ekki ef það eitthvað sem að trufla þig, neikvæðar hugsanir, eitthvað stress, keppniskvíði, eitthvað svona. Það hægt að fá hjálp með þetta, hvort sem að þú fær mig til að hjálpa þér, einhvern annan, bara þú ert ekki bara svona. Það hægt að breyta þessu. Endilega gera það. Það þessu verið. Takk kærlega fyrir að koma og hafa det bra. Takk. Takk fyrir frábærar viðtökur á hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Ég hvet ykkur öll til þess að fylgja mér eða fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða Google Podcast eða hvar sem þið að hlusta með því að smetla á follow. Þá fáið þið tilkynningu þegar nýr þáttur fyrir loftið og getið fylgst vel með. Einnig hvet ég ykkur til þess að fylgja Heilsuerla á Instagram, en ég segi nú stundum eitthvað viturlegt þar líka. Mér langar líka að þakka styrktaraðalunum mínum altis.is fyrir stuðningin og ég minni á að allir hlustendur hlaðvarpsins geta nýtt sér kóðan Heilsuerla til þess að fá 20% afslátt af öllum Under Armour og Mizuno-vörum, bæði í verslun Altis í Bæjarhrauni, verslun Under Armour í Kringlunni og á altis.is.